Ég hef lýst því yfir ádráttalaust að ég gefi ekki kost á mér sem formaður flokksins og þetta hefur ekki breytt í neinum. Jóhanna Sigurðardóttir sú manneskja sem þú myndir helst vilja sjá sem næsta formann Samfylkingarinnar? Algjörlega. Heimildir innan úr Samfylkingunni segja að nú fari af stað mikil herferð til að fá Jóhannu Sigurðardóttur til að skipta skoðun og bjóða sig fram til formanns. Það alveg ljóst að það vaxandi þungi á Jóhannu að gefa kost á þessu. Heldur að Jóhanna láti undan þessum þunga? Ég skal ekkert það segja. Sæl Jóhanna. Fáðu þér sæti, Jóhanna. Takk. Jæja, Jóhanna. Jæja. Þú veist væntanlega hvers vegna við kölluðum á þig. Ég held það. Þetta orðin löng afplánun hjá þér. Já, hún orðin það. Ekki rúm 30 ár, ekki satt? Jú, það rétt. Já. Þannig að hvað, Jóhanna? Þannig að ég verð ósköp fegin að sleppa aftur út. Að sleppa, Jóhanna? Já, var það ekki þess vegna sem þið kölluðu á mig? En nú held ég sést að misskilja eitthvað. Á ekki að láta mig lausa fyrir góða hegðun? Nei, ekki beinlínis. Hvað þá? Hvað ætlaði að gera við mig? Vistin þín hefur verið framlengd, Jóhanna. Framlengd? Já. Þú átt eftir að afplána formanninn. Æ, nei. Jú. Þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir tilkynnti að hún ætlaði að taka sér hlé frá stjórnmálum meðan hún jafnaði sig á veikindum sínum, var Jóhanna Sigurðardóttir spurð hvort hún ætlaði í formannsframboð. Svarið var eindregið nei. Síðan hefur verið mjög þrýst á Jóhannu að gefa kost á sér. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hefur ákveðið að svara kalli flokksfélaga sinna og gefa kost á sér sem formaður Samfylkingarinnar. Nýr formaður verður kosinn á landsfundi aðra helgi. Þetta flottur og fínn flokkur og hlakka bara til að takast á verkefnið. Sagði Jóhanna Sigurðardóttir í morgun en hún hefur ákveðið að gefa kost á sér sem formaður Samfylkingarinnar. Þú átt eftir að afplána formanninn. Æ, nei. Jú.